Og áfram höldum við smjörið. Nú það sjómannadagshelgin í Ólafsfirði. Við ætlum aðeins að fræðast hann og hann kominn til mín, hann Ægir, velkominn. Takk að þér. Formaður sjómannafélagsins. Rétt. Ekki satt? Já. Sjómannafélags Ólafsfjarðar. Já, höfum það á hreinu. Þið eruð ekkert að grínast með hátíðahöldin hjá ykkur? Nei. Þetta er heil helgi, 3 daga hátíð. Já, algjörlega. Þetta er alvöru. Já, og er þetta alltaf svona hjá ykkur? Þetta er búið að vera síðustu ár mjög, og hefur verið að stækka. Sennilega verður þessi hátíð sem framundan, sú stærsta og viðamesta. Sjómannafélag Ólafsfjarðar tók yfir hátíðarhöld sjómannadagsins rétt fyrir síðustu aldamót, 98-99. Var það bara sveitafélagi sem hélt fram að því? Svo tók sjómannafélagi þetta bara yfir? Já. Okkur fannst þetta að vera að fara að dala dálítið mikið og var ekki mikið gert. Nei. Og það er eiginlega raunin á mörgum svona minni sjávarplássum. Og það þurfti eitthvað að koma til þess að rífa þetta upp og það var bara vilji á félagsmönnum. Og alla tíð síðan hafa það verið bara félagsmenn úr sjómann, þetta eru bara sjómenn sem í sjómannadagsráði og vinna alveg gríðarlega sjálfboðavinnu og með sveitafélagið með okkur og sjómannafélagið sem aðal bakhjall, þá er þetta hægt. Já. Frábært, sko, þetta er föstudagurinn, það er í dag, sem sagt, þátturinn fyrir loftið og það er laugardagurinn nei, þetta er næstu helgi, já. Þetta er ekki núna, já, hjúkið, ég ætla að segja hvort fólk var að missa af deginum í dag. En þetta byrjar þá 31. maí og það er bara massíf dagskrá alla 3 dagana, en við ætlum kannski sérstaklega að nefna hérna Alfreðsstöngina sem er svolítið skemmtilegt. Segðu okkur aðeins frá því. Já. Alfreðsstöngin er verðlaunagripur sem er búið að keppa á sjómannadegi í Ólafsfirði síðan 1955. Já. Og þetta er stór og veglegur gripur, 117 cm hár. Við ætlum að fá mynd af þessu kannski núna hérna undir viðtalið, já, en lýstu henni endilega, hún er úr kopar, eða ekki? Jú, þetta er fánastöng sem er byggð á skipskrúfu úr kopar og vegur 10 kíló. Já. Og er þetta farandgripur? Fær sá sem að vinnur þetta í 1 ár? Hann fær að vera með þetta í 1 ár. Já. Og hér er sko skrá yfir þá sem að hafa unnið og það er keppt í ýmsu svona greinum tengdum sjónum. Við höfum fylgt reglum gefanda síðan 1955. Sem eru hér alveg útlistaðar. Já, og það er fylgt alveg stiga hvernig á að reikna út stigi og þetta snýst að taka þátt í kappróðri. Já. Reiptogi sem í dag er eina sem er breyst, það er svo kallaði trukkadráttur sem skipshöfnir keppa í og síðan er það Björgunarsund sem að gefur flest stig og Stakkasund í sundlaug eða sjó fyrir ekki það er í dag í sundlaug var í sjó stundum og síðan ekki síst þá er það að taka þátt í knattspyrnuleik milli sjómanna og landmanna og þar er ekkert verið að grínast sko. Það er bara allt tekið allar blóð, svit og tár. Já, algjörlega. Þannig það eru bæði lið sem geta unnið, skipshafnir og einstaklingar. Það geta bara einstaklingur unnið Alfreðsstöngina. Já. Og hér hérna árið, hvaða ár var það sem að það er 81, þá hafa þær ákveðið að fara að setja mynd af handhafanum. Já. Hérna vann sem sagt herra Kolbeinn Ágústsson. Já. En síðan hefur það ekkert alveg, ég hef ekki verið fyllt eftir þessum myndina. Nei, það er eiginlega það sem að vantar í þessa blessaðu bók að því hefði því að það er í upphafslegu reglunum eigi að setja mynd. Þessu er allavega skilmerkilega haldið til haga öllu. Algjörlega og mjög flott. Og ný bók. Já, komið ný bók. Þetta dettur ekkert niður. Nei. En ef við tæpum aðeins á dagskráni hérna, ég rak augun í það að Ari Eldjárn, hann er titlaður heimamaður. Já, að sjálfsögum. Ari Eldjárn er búinn að vera hjá okkur í nokkuð mörg ár og hann er bara telst svona bara orðið heimamaður. Einn af ykkur, já. Hann verður þarna á sunnudagskvöldinu á árshátíð sjómannanna í Íþróttahúsinu. Já. Er eitthvað svona sem við eigum að tína út úr dagskráni sem þú vilt sérstaklega vekja athygli á því að þetta er svo mikið sko? Já, það er hérna á laugardeginum sem er mjög þétt dagskrá. Já, alveg frá 9:30 til 23. Já. Og við þurftum að fara í það að færa leik frá þriðjudeildarliði KF í Fjallabyggð sem átti að spila þarna klukkan 5 og við fengum hann færðan nokkur klukktíma til að koma dagskrán okkar fyrir því að við þurftum að koma fótboltaleik sjó með landmenn og
síðan bættist ofan á að það úrslitaleikur í meistaradeild Evrópu sem að setti allt í skral hjá okkur klukkan 19 á laugardeginum. Gáttu við fært hann líka? Það gekk ekki. En við leistuðum með því að við ætlum að vera með risaskjá við Tjarnarborg. Já. Og sína leikinn og fella hann bara inn í okkar dagskrá. Þetta kom inn í dagskrána. Já. Síðan vil ég líka benda á að knattspyrnuleikur Sjómenn Landmenn þarna klukkan 17. Já. Að þar svo vorum við mjög öflugir á leikmannamarkaði núna. Þið keyptu mann? Já, keyptu mann og Eiður Smári Guðjónsson verður spila með Sjómönnum. Engin smá maður? Nei. Okay. En hvað segja landmenn við því? Verða þeir þá bara að kaupa sér einhvern á móti? Já, Eiður búinn að fara á Trillu, hann búinn að fara á Herjólfi og svona. Þannig að við erum þetta allt löglegt, sko. Og það allt svona leyfilegt. Þeir getur líka allt í nú komið með eitthvað tromp. Sem þið vitið ekkert af, eða hvað? Hugsanlega, sko. Það er alveg hugsanlegt, en það hefur alltaf verið svolítið alvar á bakvið leik, en þó ekki. Þó í góðu. En þarna kemur fólk og hvetur og fylgist með, er það ekki? Já. Þétt setið bekkurinn? Jú, það verður. Já, og keppnin Alfreðsstöngina, hún hefst 12:30 á laugardeginum. Já. Þá trukkadrátturinn og tímaþrautinn og ýmislegt. Í sundlauginni líka, já. Og hvað, svo náttúrulega ball, eða ekki? Jú. Herra Hnetusmjör og Huginn. Já, það föstudeginum. Já, það á föstudeginum í Tjarnarborg. Og svo Stebbi Jak og Andri Ívars, þeir eru í Tjarnarborg á laugardeginum. Já. Þetta fullt. Og svo fyrir börnin, það Trúður hérna og Ronja og ræningjarnir. Það ýmislegt. Jói P. og Króli. Já, þeir mæta líka. Já. Og það golfmót. Já, golfmót og leirdú skotmót. En það má náttúrulega bara kynna sér dagskránu í flottu N4 dagskránu okkar. Já. Þar þetta allt útlistað. Og við hvetjum bara það ekki nærsveitamenn og fólk að flykkjast og fagna með ykkur. Akkurat, og það engin sýkjum og við viljum líka taka alveg sérstaklega fram að þess að við köllum Ásátssjómann á sunnudagskvöldinu, það opið öllum. Já, hún ekkert lokuð, bara lokaða klúbbur. Það bara, við viljum fá bara alla og það hefur verið að aukast að fólk að koma, vinahópar og bara hvað sem og taka þátt í þessu með okkur. Þetta glæsileg matur, skemmtidagskrá, flott ball. Komast endalaust margir, þetta í Tjarnarborg eða? Nei, Ásátssjómanna Tjarnarborg var hætt að taka þetta og við erum búin að vera nú síðustu 4 ár á Breitu íþróttahúsinu í skemmtistað með miklu vinnu. Það rúmast margir, væntanlega. Það rúmast alveg bara, við höfum ekki ennþá fyllt það. Nei. Þannig að það alveg bara að gera. Já, og bara að gera. Skrá sig og panta miða, væntanlega, fyrir matinn og svona. Og síðan þarna í þessu líka, það Slysaðardeild kvenna, með kaffisölu og merkjasölu, merki sem að við gefum þeim, látum gera og Slysaðardeildin fær andvirðið þeirra. Flott dagskrá, ég segi bara til hamingju með þessa sjómannahelgi og flottu dagskrá og takk fyrir komið í þáttinn. Takk fyrir.